Byrju. Þá erum við að fara að sjá risaleik eða leiki milli Já. Better Jungler Wins og Jötun að fara að sjá Já, risaleik. þetta er mjög spennandi. Þetta akkurat og mikið af player sem að við könnumst við. Better Já. Jungler Wins, fólk sem hefur verið að spila kannski oftar saman og Jötun liðið er lið sem var sett saman bara af fólki sem skráði sig sóló. Ok, er þetta sem sagt bara fully random lið af þessum sem skráðu sig solo? Engin Já, previously að spila saman? Ég held ekki, allavega ekki af neinu svona viti, en skemmtilegt að þessi lið eru alveg matched rank-wise og já, þess að bæði lið eru með allir eru Diamond Plus og í báðum liðum eru 3 sem hafa náð Master og af þeim einn Grandmaster í hvoru liði. Já, ég meina og það er náttúrulega Hoys í Better Jungler Wins. Já, ég sver að hann hefur náð með þess að Challenger einhvern tímann. Kannski ekki. Já, maður hefur það á tilfinningunni allavega. Og svo er það sko One Man Nine Monkey sem er ADC-in í Team Jötun sem hefur náð Grandmaster. Já, hann er þetta er alltaf bara ADC player, hann verið verið að spila fun champ í solo queue Twitch, það er svona interesting. Er hann eitthvað sterkur núna, sá champion? Mér finnst þetta að vera svolítið svona hit or miss, en við erum allavega byrjuð í bun feysinu hérna og erum að fara að sjá Korki-ban first off. Þetta er flex pick hjá Better Jungler Wins, svo þetta er mjög sterkt að taka þetta út í early, og svo hafði Diddy Crazy Elise leik daginn þar sem hann var bara að kerja liðið sitt svolítið. Já. Akkurat, og Talía og Aurora hinum megin. Já, akkurat. Sýnist það ekki vera championar sem Jötun er að spila nema þetta er midlaner, Sir Cologne sem er verið að targeta og svo Cheeky Lucian ban, já. Þetta er mjög furðulegt first pick finnst mér. Já, en mér sýnist að junglerinn vera að spila mikið Wukong. Það 4 Wukong leikir í mótinu. Akkurat, greinilega bara uppáhalds championin hérna. Já, þetta er sem sagt, hann spilaði Wukong í leikinu sínum og svo þegar hann tapaði þá var hann ekki Wukong. Svo þetta er kannski einhver risa planið hjá þeim. Já, kannski einhver tenging þar á milli, sko. Já. Og Six Team Jötun bannaði út championana sem Hoys er búin að vera að spila. Já, en þá er að fara að koma bara Six pickið sem er líka að fara að vera flex líklegast. Þeir eru mjög mikið að vinna með það, sko. Sýnist allavega að Regiment Odin var að spila Six 2 leiki og þetta er til að geta flexað Hoys, mid og ADC líklegast. Já, en mér sýnist Hoys vera leiðin allavega í midlanið eins og það er að fara að vera tekið kæsun á honum. Já. Já, hann Hoys er náttúrulega er ADC main en er búin að vera að spila mid á mótinu. Já. Og tekur þessa ADC championa, svona Korki og svona.
Já. Líka verðt Þangað. að athuga að Poppy pickið hérna er alveg risa counter á Wukongi myndi ég segja sko, allavega engageið. Ég veit ekki hvernig Wukong er að vera spilaður en ég giska að Poppy ætti að vera svolítið gott answer hérna. Já, ég held að sé Svo við sjá. mjög næs. En það er Syndra í millininu fyrir tím Jötun. Og alveg blank tekin á móti sem er Já. alveg að fara að vera skemmtilegt matchup hérna í mitt. Já, algjörlega. Algjörlega og spurning hvort að það er rosa mikið skill matchup held ég bara. Þú veist, Syndra er náttúrulega aðeins meira svona consistent ef að þau fara even í leinin. Eller blank náttúrulega með mikið kill potential eða líka bara roam potential. Skeila Já. það báða rosa vel. En það verður gaman að sjá það. Núna er samt pælingin út af því að þessi Six er að fara botlane og það er að fara að vera líklegast Poppy í junglinu. Þá þarf þetta að vera sterkt AD pick hérna og þeir eru að banna stór AD picks eins og Jace hérna í toplane. Já. En þeir ættu líka að banna kannski Yorick, eitthvað annað svona risa damage build en Kannski Gnar líka. já, Gnar getur verið sterkur. Pyke er interesting bann. Hann spilaði þetta eins og á mótinu. Skrýmsli, þetta er ef þetta er sami skrýmsli þá er sko já, þá er þetta 3 af elsta allan eitt af eldri Dusty liðinu, þá er þetta 3 af þeim Nipla, Haus og Skrýmsli. Man rétt, það var Skrýmsli að spila topplane fyrir langa löngu. Já, mér finnst Pyke bann vera smá svona þú ert annarkvort að respekta smá eitthvað svona one trick en þetta er samt svona champion sem þú ættir svona þetta er svona þú bannar það ef þið finnst það virkilega pirrandi, ekki beint að þetta sé svo frábært inn í eitthvað teamkomp eða eitthvað en það er samt ekki eitthvað Pyke one trick sem þarf að óttast í rauninni þótt að hann sé búinn að spila það á mótinu, hann er ekki eitthvað svona eftir fyrir það, en það er allavega núna komin sko supportar fyrir bæðiliði, eða allavega flex pick hérna fyrir já, ok, Renata Orn á tím Jötun. Þetta er mjög gott Orn pick hérna, þeir þurfa eiginlega að itemæsa núna sko inn í eitthvað meira AD myndi ég segja sko, það þarf að koma AD top. Tamkens er ekki að fara að vera nóg mikið AD damage. Eitthvað mikið damage. Já, þetta er ef Orn er að fara að ná að bara fá itemin sín og líka Wukong þar að leiðandi er að fara að stakka bara svolítið MR hérna á mótið þessu liði. Þannig kemur Gnarinn og þetta er svona já er Gnarinn að fara að vera damage dealingið í AD side. I guess Poppy er að fara að vera kannski builda smá AD. Já, þarf að gera það sko að þetta verður mjög erfiður leikur ef að þessi Gnar verður mjög behind. Já. Og Renata jafnvel fer meira sér líka bara magic resist sko, fer bara svona hálf tank, gæti bara tekið tank Renata bildið sem finnst gott í staðan fyrir eitthvað enchanter dot. Þeir eru með nóg af damage í gegnum Syndru, Kai'Sa og Wukong svo að það þarf ekkert eitthvað að buffa þau meira upp eða reyna, já, ég held að það fara í pure svona bara tank utility væri að fara að vera bara allt í lagi. Sama með, já, Orn pickið, þeir hljóta að vita að Nipla var að fara að picka Gnarri hérna. Það er championin sem er svona mjög spilaður hjá honum. Þeir voru að búast við einhverju svona range top. Svo hann hlýtur að kunna að spila á móti þessum svona poke lanes, eins og maður segir. En við þurfum bara að sjá það þegar við erum komin inn í leikinn. Já. Það verður mjög áhugavert að skoða. Það er sko miðað við ranks þá er topplanerinn hjá Battle Jungler Wins favored á móti topplaninum hjá Jötun, þar að segja Gnarinn virðist vera sterkari player. Já.
og það er öfugt í botlininu. Botlinni hjá jötun er mjög sterkt, mjög öflugt. Það er þetta er, Grandmaster og Masters. ADC support og á meðan í Better Jungler Wins er Master ADC og Diamond support. Ekki að, Erum við með að confirmed að þetta er að fara að vera Odin á Sixinum? Við náttúrulega líka með nöfninu eins og er. Ég held það. Það er interesting að sjá hann allavega Haus ekki spila svona ADC mid championina, svona hybridana, já. En það verður bara að sjá, hvað er hann búinn að spila þetta mót hann Haus, Tristana Korki, Tristana Smolder, já. Svo þetta er að fara að vera nýtt look hérna fyrir hann ef þetta er að fara að vera LeBlancin hjá honum. En ég sé hann á 6, það er mjög góður á 6, sko, ef þetta er hann á 6. Já. En teamkompin hjá þessum liðum. Já. Þetta er svona aðeins meira klassískt hjá jötun. Já, teamfighting er svolítið bara svona stóröld. Já. Mikilvæg cooldowns, Kai'Sa allt, Ornn allt, Renata allt, sem þau kannski reiða sig svona smá á og mögulega geta sett mikla pressu í River og svona bara svona svæðisstjórn með Renata og Ornn gríðarlega mikil. En náttúrulega, svona LeBlanc og Six er svona, þetta er kannski dálítið svona, eru að ná einhverjum svona picks. Kannski ef Tom nær einhverjum knock-upi og reyna að ná að pick eitthvað. Og líka sko með alveg risa push í gegnum Sixin alltaf. Já, mikið push. Það er spurningin mitt hvort að þetta sé bara að fara að vera svona objectives á móti towers. Já. Já, þetta er ólíkur styrkleiki og ég meina ef að team Better Jungler Wins setur mikla pressu á sidelinin, það geti orðið svona high risk, high reward á báðum hliðum, sko, hvernig liðin ákveða að svara því. Já, nýta sér þetta advantage sem hefur í sideline þar sem þú ert ekkert að fá það með liðinu hjá jötun, aðalega bara því að Ornn er Ornn er ekki þekktur fyrir að vera eitthvað pusha mjög mikið. Hann getur cleara waves, ágætlega hratt, en það er aðalega sem svar, sko. Hann vill svolítið vera með liðinu. Akkurat. Hann var með restina af og leiðilegt fyrir Ornn ef hann er einmitt þvingaður til þess að vera að svara einhverjum push. En alltaf Sindra tekur örugglega TP sem við sjáum. Já. Kannski getur Sindra svara, mér líður eins og hún svona low-key gæti. Það er við sjáum þetta en ekki streymið strax, það er að bíða. En jú, þetta kemur að. Við erum að sjá núna það er unbound spellbook á Tom. Sjáum þetta. Þetta er allan að Guardian á Renötu. Nei, kannski hallast þetta tank. Invade frá báðum liðum, sýnist mér. Það getur verið eitthvað slags inn í byrjun. Gott að nema LeBlanc. Gott að taka eftir það er að vera 4 TP potentially fyrir liðið hjá Better Jungler Wins. Það sem Tamkens er með, eins og þú sagðir, spellbookið, sem þýðir að þeir eru alltaf með TP advantage Sýnist að þetta er að fara í eitthvað meira damage oriented build með Poppy. Ég er ekki að það er standardið í junglinu. Þessi dagana er með face rush. Náttúrulega Poppy þarf ekki beint að vera allavega ekki eina svona frontlineið. Nei.
það er fullt í að vinna með Tam og Gnar, sko. Já, engin svona full-on tank eins og Ornn. Sérstaklega ekki þar sem Tam er ekki með grass. Ekki Nei, Gnar heldur, eða þú veist, það er engin með svona tankarúns hjá hérna. Nei, Þetta er Jungle Wins. það er allavega að fara að vera aðeins kannski behind í þessu HP stacking setna meir, en hérna, Já. eins og þá er það að fara í meira svona, já, utility. Eru þetta aldrei bara beefy? Þeir eru bara aldrei svona, já, kannski ekki full tank, en alls ekki squishy, samt. Við byrjum allavega á því að hérna, það er þetta poke frá Sixinum, þetta er óþarlandi við mages í botlinu. Geta bara hent smá annað Q, annað, þú veist, að það komum bara í half HP hérna. Já. Mjög leiðileg byrjun. Já, Poppy samt er að passa topp. Já. En Wukong er á leiðinni bot hins vegar, kannski mun bara vera eitthvað bait play. Já, trade eða eitthvað svoleiðis. Mínvæl, mitt verið að pusha inn Sir Cologne. Sýnist að hann geta bara hendi í freeze. Ég allavega að reyna. Hérna Boys eitthvað að reyna að hafa stæla, dodge allavega það besti getu. Þetta er allavega fyrsti leikurinn sem ég hef séð hann á LeBlanc, svo það verður áhugavert að sjá hann að takta hana með. Algjörlega. Ornn að vera að pusha þær inn eins og maður myndi gera ráð fyrir hérna í þessu matchupi. Já, hann er örugglega bara sáttur með það. Já, það er ekki mikið í gangi. Blank hendi skemmtilegt ward og við erum bara að fara að sjá þetta skemmtilega bouncing wave leik hérna til að byrja með. Það er enginn að gera neitt klikkað ennþá á 3. mínútu. Nei. Mér líður svona eins og hérna Team Jötun sé svona aðeins. Þeir eru með aðeins svona meira svona stabíli svona karaktera til þess að bara að slappa af og bara svona skeila smá. Já, þá fer, nice. Já, Better Jungle Wins vill fá kannski meira play, en Wukong er komin bot. Það er nú ekki að vera að gera mjög mikið þarna. Nei, hann segir bara hæ og er að taka skottul. Diddi samt hérna er komin inn í junglið, sér að hann er, búinn að paffa niður til botlane og virðist bara alltaf recalla nema hann Ornn er eiginlega að pusha eins og er. Hann skilja að nippla hérna reyni eitthvað að segja hann að hætta við en sýnist bara vera þetta að fara tilbaka. Verður ekkert úr þessu en smá tilraun. Já, City Boots picked up hérna hjá Didda og Sheen á Belmund. Og allir hérna detti í sínu svona fyrstu components. Bara rólegur farming leikur. Þetta er svona frekar sjálfgeft þessa dagana. Bara engin hasar eins og er. Nei, það komið svona smá CS-munur í topplaninu en það er svona sem maður myndi svona gera ráð fyrir. Já, hann er bara ef hann er þessi kanon, come on, labbaði upp á þessum kanon. Ok, þarna. Núna er allt gott, þetta er allt í lagi. Engin. Það ætla hann að bilda. Þetta er mjög. Svo byggja smá. Bahamísmyndir, flott hjá honum. Já, æðislegt. En já, CS Elite, Gnar, Ornn matchupið, það er nú ekkert eitthvað svona sem maður myndi ekki vera að búast við, sko. Það er bara klassískt sem myndi gerast. Og bara doppeljóður aftur tilbaka. Svo skemmtilegt til LeBlanc er að þú getur alltaf bara reynt að gera eitthvað play, þessa áfram, svo bara, ég heit ekki, ég ætla bara að fara hérna aftur kílómetr aftur í öryggi. Já, mjög svona, ekki mjög punishable þegar LeBlanc fer inn. Nei, til miður. En það er bara verið að farma og junglernir eru bara alveg fullkomlega speglaðir hvað þeir eru að gera. Já. Það er enginn að hitta neitt. Þetta er bara leiking, skeilinleikur, sýnist mér. Það er bara engin ástæða. Nei. Áhugavert hérna er að Ornn er að fara í Sunfireið, sem er armor item.
sem mjög gott hérna inn í poppingnar, myndi ég segja. Það fínt að builda þetta. Já, Þannig þetta er eina hlýtur svo að fólkið sem stækka. að fara að vera að lemja á næstunni, þannig Já, bara flott. þetta fínasta starter. Já, en Battle Jungler Wins þeir eru að byrja að dreika. LeBlanc virðist vera með pressun á mid lane og botlane þeirra búið að róta þetta. Meanwhile, Nipla gæti verið að taka niður Lazy Genius, það engin nálægt honum, stunnar en það ekki að fara, orm damage klikkað en það hittir ekki einu, hann þarf að ná sér, og Nipla tekur hann niður. Meanwhile drekinn líka tekinn. En þetta var nálægt í, ef hann hefði náð að hitta öltinu, hefði Nipla dáið, sem svolítið skemmtilegt þegar maður bara nánast að outplaya hérna ornin og hann bara gerir million damage. En það þá kill topside og þau ná drekanum í botside sem alveg klikkað bara vinna fyrir þá í Battle Jungler Wins. Já, var ekkert svar. Nei, Wukong bara í staðinn. Einhvers staðar. Grubs voru ekki komnir upp, þannig ekkert hægt að treyta. En Wukong samt hérna komin hjá Grubs en Hói sýnist eitthvað að reyna að fara að leita vision. Og hann held ég spottar hérna næstu á wardinu hann í topplane. En samt sem aður, þetta ennþá frekar hæguleikur þrátt fyrir 1 solo kill og drega í hag Battle Jungler. En scaling allt annað bara nýfjant. Já. Grubs eru komnir, Wukong topside en sýnist hann ekki vera með prio midlane eins og Nei, með prio topp en hann sýnist bara, hann meira fyrir þessa úlfa sko. Já. Ekkert að pæla mikið í Grubs. Nei, hann ekki alveg í stöðu fyrir, já. Sérstaklega ekki bara Syndra. Syndra kannski teleporta tilbaka, en Poppy líka topside. Já, þetta væri bara, þetta væri núna líklegast 4-man topside, nema Tamkins ekki að fara. Six var að teleporta bot og það verið að hún rétt svo. Ekki nokka. En það verið að setja smá pressa á þessa Kai'Sa hérna. Það fær ekki að gera mikið, en sýnist hann að fara að vera eftir lagi. Núna Nipla kannski að vera í vanda, Belmund kominn, Kirkegarður líka. Og þeir hitta. Og þetta mjög dauði Nipla. Meanwhile, Diddy stunnaður á Sucker Alone, það að flassa hérna, það bara að vera no berserk. Já. Næstu því. En þeir núna tryggja sér þessa Grubs hérna. Sucker Alone þarf samt að hlaupa mitt til að reyna að ná þessu CS-i. Meanwhile þetta að fara að vera nóg. Hann að flassa, að fara að ná, skrýmsli. Hann tekur hann niður, barrier kemur, hann getur tekið hann niður, þetta að fara að vera? Nei, Retchie Dóður tekur hann. Eitt átá. Næstum því, Lazy Genius bara að taka aggro hérna. Bami Synder drap hann hérna. Þetta var kjánalegt. En Sunfire Aegis kominn á ornuna. Já, þeir taka niður. Hann kominn á fínan stað hérna í topplane, hann orn. Og þeir fá Grubs hérna fyrir vikið á endanum. Svo leikurinn alveg mjög jafn, hnífjafn eins og smá gulllít. Sucker samt. Gæti verið í vanda, en sýnist Hóis ekki vera með damageið. Nei, en LeBlanc alltaf notað. Þannig. Ég sé það bara 0 Magic Mantle pikka hérna upp á Syndrinni. Það bara að vera sárt svona snemminn í leikinn á móti LeBlanc. En við erum ennþá bara sjá þetta klassíska farmtakt hérna. Allir að farma. Sérst svona, CS munur svolítið í hag Battle Jungler Wins eins og Já, það komið svona smá munur alls staðar. Smá treytin í botlininu, en verður ekkert mikið úr því. Nei. Sýnist svona, núna samt stælar, Hóis getur verið tekið niður, 1 auto, en hann með double
Alla flassar í vegginu og Já. samt átóðu fyrir gegn. Solo kill, handa Sir Cologne. Já, og Þetta hérna var- er komið með hérna Mercury Threads sem kannski Já. gerði útslátt á munin þarna, en núna er LeBlanc komin með item. Lúten sinna pekað upp. Já, Sindran hérna að delaya þessu með, en getum ekki beðið með það eru smá Já. fight hérna. Þetta er samt ekki að gera nóg lítið, en það kemur upp persónu. hittir ekki neitt. Enginn er að fókusa sama targeti hérna og þeir eru bara að fara að vera jafnir hérna. Það er samt Wukong allt notað. Já, og Kai'Sa náði ekki W þannig hún gat ekki alltaf í vegginn þarna. 2-2 er bara ekki neitt hérna, sem þýðir að þessi drekafæt hérna gæti bara farið til better junglers. Já, þeir eru í betri stöðu. Það er Kai'Sa með pressuna millin og er að pressa inn þessu wavei. En Wukong er að hovra fyrir eitthvað gagg kannski, eða bara að mæta honum í river. Þannig er Haus kannski í vanda, ítir á W samt. Að fara að gera hann no. Og Kai'Sa er ekki með nýtt mana, ekki með flash heldur, en með barrier. Já, þetta er riski sko. Nú, barrier er samt í miðjunni á þessu. Það er bara að tekið niður, barrier notað. Þetta var aldrei greeting fyrir hennar Krakenslayer, hvort þetta var worth it, þeir pæling. Já. Núna er hann, er stönnaður inn í sinn eigin pillar. Er hann að fara að ná öllinu núna, Arnold næði kemur rétt svo. Er hann á Ó, hann er góðu svo komboina, flott. 1W er að fara að vera no, Nipple tekið niður. Lazy Rétt genius. svo vinnur þetta. Og mínum Diddi orðin svo Sindra allt low. toppað, Diddi rétt svo lifir það af samt. Og þeir ná ekki drekanum hérna. Sir Cologne kemur með gott róm hérna til að stoppa þetta. Poppy. Þar var bara hlaupivörtu. Já. Sir Cologne að spila super leik hérna. Já. Hvað er hann að byggja? Hann Þetta sýnist Blackfire þér að fara Torch. í Blackfire Torch, já. Já. Interesting Já. hérna. Já, ég meina, Ég, á móti þessu liði þá er það kannski bara það mjög hérna- fínt. er það hérna... Já, ég ótta mikið alveg hvernig að þetta virkar. Það er ekki HP stacking, en skilur ekki máli. Hérna kemur að Diddi er tekið niður hjá drekanum sem hann vildi svo mikið. En núna er Six að fara að reyna að hendi eitthvað pók. Þeir þurfa að reyna að svara hann um eitthvað. Já, En þeir taka niður drekan bara svo hratt. bara það var mjög ekki típið í gegn. clean hérna hjá Team Jötun og já, orðin teleportur aftur topp og Það er ekki að hleypa honum að þessum tower. Vill alls ekki missa hann. Öllu notað. En Sir Cologne er kominn. topp. Eittur Það hún þarf að er nóg. Sýnist hann bara að vera að dansa við hann en hittir ekki en Nipla hoppar í burtu. Kemst Það var verið að léttilega úr þessu. bíða eftir Meanwhile- kúldan sem það er fæt í botlininu, Renat allt hittir Já. báða, er það nóg exhaust notað Kirkjugarður og reyna vantar svo mikið damage. Þetta getur verið erfitt, hann þarf að flassa henni burt, hittir ekki kúnu út af því, næra dodgea W og næra komast úr öllinu. Ok. Þeir þurfa samt virkilega að fara núna, ekki gera sömu mistöku áðan. 6W kemur út. Og þetta exhaust var ekkert eðlilega vont fyrir þessa Kai'Su. Náði að stakka passív á 6 og bara gerði ekki neitt. Þetta er erfitt að vera á móti hérna. Diddi núna ætlar að reyna að ná að jafna þau í objectives hérna. Ná sem briftir allt. En Belmund sér Didda hérna, fer inn. Og Diddi er að taka svo mikið damage frá þessum Wukongi. Sérst af hverju hann er að pikka hennan Wukong hérna. Nipla geti verið í vanda. Belti kemur í gegn, hann er flassið. Það er kannski að fara að vera nóg. Lazy Genius næst slóun á hann, Nipla er tekið niður. Báði Diddi og Haus núna komnir. Er þeir að fara að vera nóg hérna til að taka þessar tanks niður? Screams líka komin. En núna kemur Kirkjugarður. Engin annar á svæðinu nema Sindra. Nei. Gæti verið að koma Verður inn ekki í. ekkert meira úr þessu. Eða kannski Og einmitt Kai'Sa þarna- er komin. Regiment Odin, Sir Cologne. Þetta er Þetta svo er erfitt. Já. Er hann á því?
Skrímslið er líka fara að vera tekið niður hérna, er ekki með neitt nema 1 flash en það er ekki fara að vera nóg hérna. Og er það nóg? Nei, kemur í gegn. Já, ok. Og núna getur verið dæfa Hóis, er það fara að vera worth it? Mun Hóis bara outplaya hérna? Þetta Hann er allavega blankt. getur Ok, þess að þetta tvís og W. leysir þessu. Er að Þarna reyna að samt dassa kominn bara í Poppy. burtu? Klóninn fer undir tárin. Þetta er samt svo hættulegt. Það gæti verið dauður Orni þetta. Hann er búinn að vera að tenka svo lengi. Shutdown, þeir eru að gera allt of mikið. Og Kai'Sa alltaf undir tárin nær Poppy Og stjórnum. þarna. Þetta er svona þegar Yes. maður er Og af eins Kai'Sa er og svo góð með sig. týnd. Hún er svo langt í burtu. Það er kannski að playa hennan Ó, 6. smá Belmont er edits. komin líka. Og Tami Er hún- mættir. Er komin game winning. Það er það að nótum að revive Hann hann. er að láta W. Ok, Skrýmslið er að fara að ná að geta. hann er að reyna. Hann er dauður. En Hósi mættir að flassa inn. Yes. Það heldur Ok, ekki, já. þessi Kai'Sa lifði svo lengi. Oh damn. my god, þetta hélt áfram og áfram og áfram. Þetta hefði átt að vera bara quick back handa jötun Vá. en þeir heldur áfram. Og ég veit ekki hver vann. var Hóis, svo þetta langt heldur æ. áfram. Þetta er ekki búið. Það er enda í gangi. Belmont er líka Þetta er tekið niður. Þeir mættur bakkuð inn í, aftur. þeir eru að bakka enemy junglinum. Þeim er alveg sama. Og þá deyr aukalega Belmont. Viktoraldin er ennþá uppi. Já. Hú. Oh my. Þetta er erfitt en hérna sést að Lazy Genius byrjar að stakka smá MR, komið 8-10 gegnum Keiran ykkur Rúkkern. Mjög gott hérna inn í 6 LeBlanc. En núna loksins fá hann að Ripterald. Já. Það hlýtur enginn að koma núna, þeir ætla bara að fara á Drekan. Hann er að spána samt eftir 40 sekúndur. Það er ekki að fara að vera nærðu því strax. Eru með smá pressu þarna en bot towerið hjá Battlefield Levins er ennþá uppi sem er mjög þægilegt fyrir hann Gnar að halda þessari syndru aftur og stoppa hérna Team Jötun bara frá því að pusha öllum waveunum alveg inn og taka alveg stjórnarna. Þeir get ekki gert það út af þessu bot toweri. En þau eru að múva hérna en ég meina þau eru ekki að fara að tower diva Gnar þarna með bara ekki neitt. Þessi tower er nú í hættu þetta, en hann kemur Kirkari flassar inn. Þeir vilja virkilega taka niður skrýmsli sem er að fara að vera kannski nóg Þeir eru bara að fara að til gera að það. skýra Drekan. Já, við erum með hérna Kai'Su með Kraken Slayer og bara náttúrulega abilityin og passið við hana. Hún er góð í að taka niður svona tanks. Já, og Þeir eru með Vision þarna, Hóis er með allt. þeir eru kannski að fara að reyna. Diddi vill stela þessu. Já, Það þetta þarf er samt 2 á móti 4 og Það er ekki Flossarinn nóg. ekki nóg. En Kai'Sa fær killa á Drekan samt, það er svona smá. Ói, skennur Ok. dáin hérna. Kai'Sa fer inn og Og Kai'Sa ekki nær máli með Kai'Su. honum. Getur Það er- eld. Ok, og þeir eru alltaf núna að færa sér millin. Þessi tower er samt full health, ég er ekki alveg viss að þeir. Sixant er ekki með mikið mana, samt Nei, þarf að fara að bakka bráðum. en Tom Meanwhile- stendur þarna uggvægilega. Mér vil fá items upp á skjá. Þetta er komið þér. Já. Við erum með Það eru skemmtileg. komin 2 items á þessarlega blanknum og hún er komin með Shadow Flame. Gerir það ennþá auðveldara fyrir hana til þess að one-shotta þessi carries, Syndra og Kai'Su sem er klárlega það sem hún vill gera, en báðir millinar eru með Mercury Treads Já, það er, sem er heldur óvenjulegt. já, inn í eins og, sko fyrir Sindru, það meikar ágætlega mikið sens hérna að reyna að fá þetta, en kannski bara LeBlanc reyna að fóita þetta CC eða eitthvað þannig, sko, með Já. frá Sindrunni.
reyna að geta komast Já. í burtu Mhm. með W-inu sinu. Annað en það þá náttúrulega allir í í ötun Já. að reyna að byggja smá Magic Resist. Mhm. Mörk þess komur á Wukong líka sko. Já. Já, ég held Riptir að allt. það er algjörlega það sem LeBlanc er að reyna að gera er bara að hoppa inn, drepa sér Kai'Sa og hoppa aftur út og má ekki festast inni einmitt frá einhverju CC en mid-tárið hjá Team Mutant fellur fá bara eitt charge á frá Shelly samt en Þarna það er samt eitthvað ekki mitt á náður. ditta þarna, hann er CC'd en Thomas kemur í gegn. Berserk, hann til Er þess það að nóg? ágisla ló. Nei. Vomba kombóin eru huge Skrimst skiptir SLO, ekki niður. Kai'Sa optar Odin. inn að ná honum. Og hann lifir þetta af og nú risa push. Hoysand kominn, getur hann reynt að ná að one-shota Kaisuna? Hann sýnist ekki vilja reyna. Nei. Þetta eru 2 tára líklegast. Leipa í byrtu, þetta var sjúklega clean fight hjá Team Jötun. Þessi Kai'Sa er virkilega að ná að nota alltaf sínu vel. En Hann er að passa í burtu rétt svo. Er með W frá Renata, það er að fara að nóg. W bjargar honum aftur. Hér híkar með clean W's. Ó já, Ýtir á hann. Kirkjugarður, absolute clutch. Þetta er að fara að vera, Ókei, þetta er strax shutdown. orðinn risaleikur. Á hverjum einasta meðlim í Team Jötun. Elmund spottar á hausina. Já. Ok. Törnuðu leiknum svolítið ránd verða að segja þar sem þetta var svona smá byrjað að vera í hag. Í byrjun, blá byrjun, þá var þetta í hag. Better jungler. En núna er þetta bara algjörlega í höndunum á Jötun. Atakan, hann er næsta objective. Eru margir meðlimar núna, botleinið og junglerinn. Hún er í áttina á honum. Það er svo gáð hvort þeir eru bara byrjaðir. Já, og við sjáum einmitt að þetta er Gnar og Syndra í toppleininu. Og á meðan Ornn fær að vera með liðin út af því að hann hefur ekkert að gera í sæti en hann pushar ekki nóg hratt en Syndra er með miklu meira push power. Já, nákvæmlega. Þau eru að mætast þarna í toppleininu. Ornn er mitt og Hoys kannski eitthvað að reyna að leita að einhverju þarna bótt. Já, það er Poppy líka með honum, Diddy. Já, en það er kannski ekkert úr því. Sýnist eins og bara þeir eru að reyna að pusha þessum outer towerina niður, þetta er einu sem er eftir. Þeir vilja bara koma þessu í burtu. En ekki að ná því. Hoys er hann á að léttilega. Já, og við sjáum að það er komið upgraded item á Ornn og Kai'Su. Og Kai'Sa er að byggja hún er að byggja þannig að hún fái full evolution á Ok, við erum allavega að sjá. Hann öltaði sköllklöfin, ég skilða þá. Þannig að hann öltaði á það litlu kúldana, það skiptir engu máli. Já, og það er fætt að byrja í River yfir þessum dreka. Allir eru að mæta. En Team Jötun er mætt á undan. Ég veit ekki að við getum fengið að sjá, já. Rekin er bara tekið léttilega hérna niður handæðum og þriði dregin. Team Better Jungler Wins er ekkert að contesta frekar hættulegt. Þeir þurftu að fá eitthvað svona clean opening eða fá eitthvað pick frá Hoys eitthvað en þau eru bara að hreyfa sig sem 5, sem heilt lið og það er erfitt fyrir Hoys eða bara Better Jungler Wins í heild að gera eitthvað í því þannig. Þeir virðast bara að byrja á Baron, já það er enginn að það þjóðum. Þeir eru bara að feita þetta fyrir Atakan. Þetta er bara að gefa Baron fyrir Atakan, já. Ég er ekki alveg 100 á effektinu á Atakan þessum. Það er bara ennþá enhanced objectives effects og eitthvað smá XP.
Já, allavega ef það er the case þá er þetta ekki mjög orðið þarna hjá þeim. En þetta er samt fínt pick-up hérna. Gefa Já. Baron samt er mjög erfitt. Þetta er að fara að vera núna aðal pushing Já, dótið þeirra og bara Syndra farið. er í botleininu þannig hún nær kannski að fá tower eða bara ekki. Við taka með- top tower sem er verðið mjög mikið gull. Já. Golditið komið í alveg slatta hérna, 5k, næstu í Já. 6. Og Team Jötun er líka núna með 3 dreka. Þannig næstu dreki sem er eftir 3 mínútur Já. verður bardagi fyrir sálina. Hugsun er bara hvort Og- þeir eru að fara að ná að komast að þessum dreka með það verður mjög erfitt fyrir Better Jungler að vinna fight núna, myndi ég segja, svona head on. Já. Þeir þurfa að leita einhverju pikki, en Það liðið verður hjá virkilega Jötun fínt pikk. Já. Við Þeir eru þurftum bara að ferðast helst að ná saman. pikki á á Kæsu eða Sindri mögulega. Ó nei, Tam Kenst tók Oj. blassbandi, þarf að flassa. Ó, Þetta er vant við auto-attacks á eða eitthvað. Þannig að kemur samt öllu í gegn. Nipla getur verið í vanda. Nip, það er hann Odin. kemur hittir og Kæsa hittir W og Komin inn, opnar bara alveg. inn Nipla, og bara hann er risöldi, en það er ekki nóg. Það eru svo mikið af teamfight öll. Hóis Það er- er á... Passa upp á þessa Kæsu sko, hún er að gera svo mikið damage. Ó, Þetta er að fara að vera bara núna one leikur hérna. Það er ekki sem Hóis getur gert á móti þessum minions. Allir lifandi. Hann getur reynt að drepa eitthvað last min. En þetta er að fara að vera þetta er 1-0 fyrir Jötun. sigur fyrir Team Jötun hérna. Á, flottur leikur, byrjaði mitt akkurat öfugt bara í hag Better Jungler wins en Team Jötun að spila sjúklega vel bara með í kringum liðið sitt og í kringum championana sína og One Man Nine Monkey á Kæsinni var að spila virkilega vel og hérna já, var rosalega vel spilað hjá Team Jötun hérna. Já, ég var ekki að búast við að Better Jungler var að fara að droppa leikina í þessari seríu í raun. Ég er með mjög mikla trú á Hóis og félögum og ég er Já. bara virkilega pleasantly svona surprised verð að segja, sko. Já. Algjöru hasar. Það var bara pælingin hvort að það verður farið strax í næsta leik eða hvort það er einhver einhver pása það fer bara eftir leikmönnum. Já. En við allavega hendum í svona snögga pásu allavega á milli leikjana núna, þá viljum við setja þetta upp. Já.
All right. Þá erum við að detta inn í næsta leik. Já, og það verður spennandi að sjá hvað er bannað og pika núna. Já, hlýtur að vera aðeins öðruvísi pælingar núna hjá þeim þar sem já, þeir döpuðu Better Jungle Wins og þeir þurfa kannski að pæla meira í hvað þeir ætla að banna. Sko, bönnin hjá Jötun seinast voru mjög solid, held ég. Þeir tóku út Korki, Tristanu og Elise. Já, En hjá Better Jungle Wins þá tóku þeir út sko Taliyah, Aurora og Lucian. já. Sem er svona, já, aðeins Þeir voru targeta mid og bot sem þeir voru mjög sterkir. Báðir, þannig, þú veist, kannski er þetta mjög mikilvægt præ og bans hérna, en ég held að þeir þurfa ekkert það. Já, ég held að þeir ætti ekki að vera að targeta midlanerin, hann virðist vera að spila svolítið mikið þannig hérna Circulone, en þeir ætla að halda sig við Taliyah bannið. Ok. En það er svolítið svona, já. Ég heldur örugglega Sindrinu opni bara, ég meina Sindra er ekki svona champion sem er eitthvað sérstaklega sérstök, en ég meina hún gerir mikið damage, en já, þú veist, Taliyah er meitt kannski, Taliyah getur verið rosa oppressive, bara, þú bara lokar þig inni í einhverju skúmaskoti og sprengir þig í loft upp og eitthvað. Já, þeir virðast alveg vera að halda þessum bönnum. Vilja alls ekki vera á móti Lucian, vilja alls ekki vera á móti Taliyah, en hvað er að fara að vera þriðja bannið? Er það bara að vera bara Aurora? Já. Mér finnst Aurora svona, mér finnst það vera bara svo weak eitthvað. Já, Sylas bann. Sylas núna, ok. Er það mistök eða er það bara eitthvað? Jú, hann spilar Sylas. Þeir ætla kannski að taka einhver stór öll núna og vilja alls ekki Sylas pickið. Ég trúi að þeir eru matchið á hérna. Aftur, first pick hérna. Já, alveg. Nú hefði Fearless draft verið alveg mjög vont fyrir Jötun. Efnir þeir að en Sindra er pikkuð upp fyrir þá í Better Jungle Wins og taka þetta powerpick að þeim, þá er pælingin hvað er opið handa Circulone. Það er Aurora en sýnist hann líka vera að spila svolítið mell í mótinu, svo það er pæling hvort hann fyrir það og Hoys Ezreal. Þá er kannski pælingin hver fer hvað sko. Ok, það er spennandi. Já, en alltaf, þetta er svona smá opið flex sko. ADC-in, Regiment Odin spila líka Ezreal. Já, sýnist það, já. Þá er það bara á milli þeirra tveggja, hann hvort. Já, en þetta er örugglega Hoys á Sindru. Ég held þeir hafa ekkert verið að rólsvappa sko. Nei. Það væri alltaf skrítið að sjá Sindru í botlininu, en ok, Kai'Sa pikkuð aftur hérna. Já, þetta var að fíla sig á Kai'Sunni. Já. En núna kom seinast út Sindra pickið ef ég mann rétt, svo hvað er það að fara að picka núna í það third pick hérna? Það er Aurora en hann er confident. Já, það var greinilega réttilega bannað seinast. Hefði mögulega tekið hana. Ok, Maokai á Ditta hérna. Hann er búinn að spila 2 championa í mótinu, held ég. Allavega hann er búinn að spila mikið Maokai. Hann er búinn að spila 3 Maokai-leiki, 2 Elise-leiki. Hann hlýtur að vera auka leikurinn sem ég sé ekki. En hann er búinn að spila mjög mikið Maokai, 3 leiki alveg. Svo það er pæling hvað hann er að fara. Já, akkur hann pikkaði þessa Poppy pælingin. Það var örugglega svona counter pælingar hjá honum. En ég held að Maokai er bara eins solid og hægt sko. Það er erfitt að fara wrong með góðu Maokai sko. Nákvæmlega. Mjög nice all. Bara mjög solid champion sko. En þetta eru Inspan og seinast Shen, Jace, Braum aftur bara, þetta er bara nákvæmlega eins og Pyke, já.
Já, eini munurinn núna var þetta Sælas fann og þeir eru bara að taka championuna af Jötun, svo hvað ætlaði að gera þá? Kannski fá að sjá Rakan frá kirkjugarðinum. Hann sko Rakan one-trick eiginlega. Já, ok, það er Bard í staðinn. En það er Bard í Svo- staðinn. Ok. Það hlýtur að vera eitthvað mjög mikið confident pick hérna, þetta var eiginlega bara instantly, sko. Það er bara, já, við tökum Bard og svo er það Ornin, svo breytingarnar eru smá, þeir eru með svipa kompo seinast, sko, Renata og Bard eru smá svona similar-ish, sko. Ekki alveg, en svona, já, Bardi sem er svona catching, þeir hlaupa á autotaka báðir. Það er svona svipa væp, sko. Já, það er svipa væp, sko. Og svo Gwennin í Ornin sem er bara, já, þetta er miklu þægilegra núna, hann getur pikka Gwen, það er ADC í liðinu hjá þeim. Lítið AD hjá Better Jungler Wins. Það er fíla AP kompin sín, sko, en það er Ezreal núna, það er smá munur núna. Mér finnst þetta að vera mjög óþægilega lítið AD. Já. Þú veist, ég meina, ef dodgar bara Ezreal Q-in þá er eiginlega bara ekki neitt AD. Já, það er alltaf málið, sko. Það er að fara að vera svolítið allavega, já, kannski er þetta bara svipað mikið AD og í seinasta leik, þar sem það var bara Gnar og Poppy sem átti að gera allt AD damageið. Vissulega. Svo við sjáum allavega skemmtileg tímkompina, þetta er mjög svipað samt, mjög svipað, allavega hjá Jötun. En spurningin er hvernig þessi Aurora er að fara að vera svona substitute fyrir Sindri. Sindra var alveg helviti góð með pikkin sín. Já, spurning hvernig Aurora Sindra matchupi er. Sindra náttúrulega svona outrangear hana, en Aurora verður invis og þá náttúrulega bara þess Sindra getur ekki hitt abilities og hún getur alltaf að nota invis stassi sitt, eða hoppi sitt til þess að dodga Sindraið, þannig mögulega ef Aurora spilar þetta nógu vel, þannig að hún verður ekki pókuð niður, þá kannski ánæglega góðan sens á móti Sindru, en finnst að Aurora vera svona heilt yfir, bara svona miklu meira weak og bara minna damage output. Hún er náttúrulega ekki með svona burst. Það er meira svona consistent damage sem er kannski, já, það er kannski, það er ekki æskilegt held ég á móti þessu tímkompi, sko, ég meina, hún getur kannski farið að lemja Gwen, sko, og Maokai náttúrulega, en Ezreal og Sindra er svona smá, já, ég þekki það í rauninni ekki alveg nógu vel, sko, hvernig Aurora pekki virkar. Já, þetta er svona nýr champion, allavega svona vissuleiti, ganski smá síðan, ný-ish champion. Já, ný-ish, og ekki mikið spiluð með við sem aðra, þannig. Þetta er fara að vera, hún er náttúrulega, já, meira svona, hún er burst típa, þetta er burst assassin nánast, fínasta wave clear, svo þetta er svona í svipaðum stíl og Sindran senasta leik hjá honum, svo þetta verður bara svona, maður bara býður að sjá hvernig þetta mun svona matchupi bara verða, og ég held að þetta gæti samt verið, er þetta að fara að vera Hóis mitt á Ezrealunum, það er spurningin í þetta. Og þá er þetta svolítið erfiðara matchup handa Aurora. Já, ég held ekki. Þannig eins og þetta er position núna, sko, í Champ Select. Þá er þetta Sindra Renata botlane. Pælingin hvort þetta er mistök eða hvort þetta bara verður svona. Já. En allavega þá fáum við að sjá bráðlega hvar þetta er að fara að stefna. Ég er alveg spenntur að sjá ef þetta er Sindra Kæsa í botlininu, já, þá
þetta að fara að vera svolítið svona greið one man er að fara að vera aftur á móti mage í botlaninum sem er bara delight örugglega. Slagt. Það er bara frábært. Svo, En ég meina það er barð þarna. já, Já. það er bara þarna. Hvað mun hann Barn gera? þarna. Það er pæling, sko. Kannski Já. verður hann bara ekki þarna. Það er náttúrulega svona með barð, sko. Já. Það er, kannski Sko, er hann bara að fara að Ef það leyfa er Sindri að- Ezreal í millininu og barð er í, þú veist, þá er ógeðslega erfitt fyrir hana að gagga lanes út af því að millirinn er með blink og topplinirinn er með shroud Sýnist og að dash. kannski En- Hóis Bíddu. á Ezreal alltaf hana. Ok, Hóis á Ezreal með Mhm. barrier, Syndra með teleport. Og veit eiginlega ekki hvaða Ah. leini þau eru að fara að vera í, en kannski Nei. er Hóis bara að fara að beinstilega í botlane. Ég myndi Ok. búast við því, en kannski er favorable matchup að vera bara Ezreal inn í Aurora hérna. Við þurfum bara að sjá Já, kannski. hvernig þetta verður. En við erum með allavega svolítið Gæti electrical alveg bard. verið. aggressive bard hérna. Þú veist, ég get alveg ímyndað mér að Ezreal Aurora væri betra heldur en Syndra Aurora út af því að Ezreal Aurora þetta eru bæði svona, þetta eru bara eins championar svona í Já, svona aðeins mismunandi stíl bara en bæði svona dash og svona casta abilities en vilja svona póka smá og svo hoppa í burtu og póka smá og hoppa í burtu. þetta er allavega sýnist það Hóis eitthvað að reyna En að Syndra bóka er hérna. svona alltaf skeila. Syndra er að labba með. Ok, heyrðu, Það er Hóis Þetta í er- botlane. lane swap. Ok, Já, þeir spennandi. töpuðu einum leik í best of 3-inu og eru kannski byrjað svolítið að vera hrættir sko. Það er alveg price money hérna á línunni og maður vill ekkert missa af þessu fínu verðlaunum. Og Hóis er komin í sína þægilegu stöðu í midlane. Hann er hættur að spila einhverja LeBlanc þó hann stóð sér ekkert eitthvað hræðilega. Hann var eitt af betri spilurunum senasta leik. Já, Sjá þetta chunk. Nær smá pókinu tilbaka en þetta er næstu í half health að Sindri hérna með einu ability. já. Skemmtilegt hérna. Sir Cologne kann víst á þennan champion. Og hann er annað, þetta er bara Regiment Odin greið. Komin aftur bara, hann þarf að poppa healthbot. Já. Sir Þetta er Cologne. Hlý byrjun á Hann er bara annars í dáin. En level 2. Ok. Level 2 líka Sir Cologne. En það er svo mikill healthmunur hérna. Og hann kemur annað ability út. Og meanwhile engage hérna botlininu. Regiment er satt bara push to the tower. Er bara Circle er... Hann þarf að beisa. Þetta er svo erfitt beis. Þarf að þvinga þér til þess að teleporta snemma. Þetta er ekki næs. Já, kaupir hérna refillable. Hann mun þurfa hérna refillable. Þetta er samt sko setback 150 gull strax bara. Ætti að vonandi halda hann í lane. Meanwhile er þessi leikur miklu meira aggressive Já. heldur en seinni einhvern veginn þá bara Já, og Róra sko með tvöfalt meira farm heldur en Syndra. Náttúrulega með nokkra minnina til þess að kollekta það, en strax CS minnur. alveg klárlega og núna samt sko já, Sindra komin í level 3 ætti að núna geta verið aðeins meira safe kannski en Ornin virðist bara vera stansir frekar vel inn í þetta Gwen matchup seinna meir mun það vera kannski aðeins erfiðara að vera lifandi á móti þessari Gwen en eins og er hann bara í þægilegum feelingi í toplane báðir junglar eru botsett eins og er en Wukong er að hlaupa á top scuttle sínst mér eða leita dæfi Treyta bara skuttlers kannski þarna junglerarnir, þurfa ekkert að fara að fæta yfir þeim, bara fín. já, Ok. Þú komum að labba þarna inn í topp junglið. Stelur Raptors. kannski. Já, það er Raptors þarna bara í gjöf.
Sýnist Ódin núna búin að læra svolítið á rangeið á Aurora. Kannski hef ekki búin að sjá hennar Champions eða lengi og fatta ekki alveg hvað maður átti að vera að gera. Nipla gæti verið í vanda hérna. Risa Chunks, er hann að fara að ná hérna Empowered kúni sínu? Já, nær smá allavega. Samt, hann er orðin lofa mana. Það er ekki dæfi hérna, ætti ekkert að vera að gerast, sko. Nei. En... Ólíklegt, og Diddi þarna sér að sé búið að stela kamps af honum. Þetta er erfitt, en þetta er riski bakkirna hjá Belmont. Ætti að bara taka sína kampsina, hann er núna yfir Didda 2 kamps bara með góðu pathing. Já, og Maokai þarf að andra hlaupa svo langt til þess að, og bara hefur eiginlega ekkert til þess að gera hérna. Skrimsli hérna að reyna að leita einhverju. Það veit ég ekki. Nei, veit ekki. Hann getur svona varla reynt að ganga þess að Auroru. Syndra er ekkert í frábæri stöðu til þess að aðstoða með eitthvað gang og Aurora náttúrulega bara hoppar í burtu. Það er verið að fæta í botlininu. Diddi er mættur. One Man and Monkey er rosaló, er með floss og barrier. Nei, hann feilar portalinu. Hann feilar portalinu. First blood samt á Hóis Ezreal. Ná bara einu killi. Sem vill þetta kill. En þetta var svo unfortunate. Bara portalið hefði náð alla leið þarna. Þá kannski hefði One Man lifað af. Ég held að hann hefði þetta að flassa fyrr til þess að vera ekki rútar að Maokai. Þetta var smá svona. Veit ekki hvort hann var með rangeið í það samt í rauninni. Og núna er fight í topp. Er það nóg W kemur út. Hann er tekið niður. Solo Bolo á Lazy Genius á Orninum. Það kemur alltaf óvart hvað Orn getur raunverulega gert bara mikið damage. Fyrir squishy karakter eins og Gwen þá er ekki mikið að gera svona early þegar hann næri þessu power spike með ultinu. Það er bara, ertu að vera one-shotaður. Syndra er samt búinn að virkilega vera að núna ná að svona mellow þetta lane út svolítið. Já, er að halda við í farm og er svona, já, bara komin í nokkuð þægilega stöðu bara til þess að byrja að skeila og Syndra er náttúrulega með guaranteed scaling í passivinu sínu. Þannig ef hún fær bara smá tíma og fær að treyta smá þá verður hún mjög öflug seinna meir. Já, þetta er alveg... Já, svona verið að hugsa hérna dreka og Belmont Wukong er búinn að byrja á drekanum. Við erum með præjó frá báðum lanes. Aurora þarna hovera og Syndra Maokai bara ekki neitt í stöðu til að gera neitt í þessum dreka. En þetta verður reglulega bara 3 fyrstu dreki fyrir tím Team Jötun Ezreal alltaf þarna rétt hittir ekki. Og Nipla ennþá bara alltaf í þessu svona hálfu HP. Hann er líka bara að byrja að stakka hérna Magic Assist á orninu. Og þetta er að taka þarna blue buff. Team Jötun er að svara hérna. Grubs er að spána. Já, Kirkjárður er orðin svolítið fast hérna með þessum Meep passive sem núna gæti komið eitt kú út. Já, bara mættur. Oh my god. Circulon er ekki búinn en þarf að segja gott. En núna er svo bara Syndra frá að ná hérna, síðast advantage á Aurora hérna. Já, það var clean kill á Maokai en Aurora er að gefa upp CS. Bara þetta er að þjóta hérna aftur bot held ég eða... Já, eru að gefa svolítið mikið hérna í leinunum í hérna til að fá þetta kill og þessi grubs. Hvort að auka Orn kill er gott eða ekki pælingin, en það er mjög gott að fá Orna head, sko. Bakka þarna, kannski að smá óþægilegum stað, veit ekki hvort hún mun missa nokkra minion, sko. Þetta er rétt við dótið næst í náinn, er Shalom Ignited? Nei, ekki nóg. Rétt lifir. En þarf að flossa í burtu. Sem Nipla að vera són. Ég trú ekki að þetta var
pælingin, hann kemur að flassið. Wukong inn á Niplu. Er það nóg? Er það? Diddi mættur en hann getur ekki gert neitt í þessu. Ég hefði... Nata mæta þarna. En ég veit eiginlega ekkert hvað Nata og Maokai að gera 2. Nei, ekki mesta damage hjá þeim 5. Kannski bara aðeins að kíkja á þessa minions. Hann þarf að gefa kanónin leiðinlega í burtu frá sér. Svo þetta núna svona, það er gold lead, það er objective lead núna fyrir Jötun. Mjög steady eins og Boys hérna. Og einmitt aftur með, þú veist, mjög svipa teamkamp og áðan. Og þetta einmitt, þú veist, þetta teamkamp er bara rosalega solid, þú veist, með bara alveg full tank í topplininu, þú veist, með svona fighter í junglinu, mage í mid og svo bara mjög klassist svona botlane combo, geta bara að spila rosa svona traditional einhvern veginn. Já, þeir eru ekkert að gera neitt skrítið, sko. Þeir eru bara að standard og það sem bara að vinna leiki hérna fyrir það. Já, þetta er bara formulan og Nata alltið. Það hittir rétt svo ekki og hann lifir af fyrir vikið. Já, tekur óþægilegt base, þú veist. Alveg svona smá á eftir í CS, en... Þetta er svona að vera með Bard, hann ætlar ekki að vera í lane. Nei. Bara að dæfa þann á fullu. Þú þarft bara aðeins að missa nokkra minions þarna. Circulone, þetta gæti verið hættulegt. Bard alltaf hittir ekki. Sindri er ennþá með ult, sko. Þetta er komin. Já, Circulone orðin rosalá. Er það bara, nei, stönnið. Rétt svo lifur af, Diddi samt komin, tekur hann yfir. Þeir náði ekki að poppa ult sem hefði drepið Aurora á þetta HP. Já, þetta er þá annað trade hérna. Fyndi að svona, supportin og tankin eru með killin hérna hjá Jötun. Vantar svolítið gull kannski á Karjana hjá þeim. Eða vilja reyna að breyta þessu líti í win seinna meir. Já, en hérna Orn að verða kannski svona smá ódrepanlegur. Ég meina, þessi Gwen er level 8. Er venjulega gáð í að setja tanks, en hérna, hún gerir það ekki underleveled og under-itemed. Já, nei, það er alveg, núna geta hann bara verið dáinn, ekkert W uppi, þetta er að fara að vera dauður, nei, lifir af, ekki með armor til að vernda hérna á móti tower, sko, svo það er bara mjög léttilega, svo klónsamt, sko, Wukong er kominn, ekkert fyrir hann, ölti kemur í gegn, samt svolítið langt í burti frá sér klón, hann bara flassa hann tekið niður. Ekkert flassa á sér Sindri, bara nýta það. Og tekið niður þarna og Team Jötun næri að koma annað gull á Karís, Wukong kom með kill og Shutdown kom með líka. Þetta er hérna eins að leia bökkum með presence. Drekin er komin upp og þeir hljóta bara að reyna að taka hann niður hérna. Ekki mikið sem Jötun getur gert hérna. Og Wukong bara byrjar að múa topside, Nipla fekk þarna plates. Ég alveg vist látið gulli, sko. Já. Þetta er samt bara að fara að vera kannski tower dive hérna á Niplu, sem er svona pæling hversu worthið það er að bulja auðmikið Niplu. Já, þetta er Nipla, hann er bara að reyna að klíra minions hérna. Næra stoppa allavega hann að push í bili, en þetta er samt örugglega. Já, Kæsa smá í Bobba þarna, bara lengst í burtu. Bara alltaf hittir Sindru. En hittir ekki, hann aðeins svo spenntur. Hann kemur öltið. En núna er Regiment að fara að lifa rétt svo af kannski. Ok, Aurora innvist. Hann að lifa burtu. Rétt svona lifið það af. Djöflanir. Já. Ok, Aurora fær að lifa þarna af og
Sérstaklega, bara, ef hann hittir ekki Q þá er ekkert damage, það er svo leiðilega við hennan champion. Það gerir mikið damage ennum mitt, þú mjög reliant Núna á kom- abilities. Kemur En þau þarna búlskvað. allir mættir. Núna er Kai'Sa til vand, enginn að hjálpa. Kai'Su og Ná engum. Nei, hann er einhvern veginn að ná að vinna þetta. Hoppar. Kirkjarður Oh my bjargar hann rétt svo. Með oh döflinu. my god. Einhvern veginn er skrimsli að lifa þetta af en Nipla núna á hlaupum frá Lazy Genius. Það er verið að hamra á þessari Gwen og Kai'Sa náði rétt svo að lifa þetta. Þetta er örugglega rosalega fúlt fyrir Hois, en vá hvað þetta var mikið damage. Oh my Þetta er god. núna á hlaupum. Það er samt Orn kominn. Gæti verið að vera tekið niður. Nei, já. Já. Bara Svo clean kill og já, þarna er gullið komið á Karís hjá tím Jötun. 9 kills á móti 2. Það er 4K gullmunur, 1 ekki fyrir hvort lið, en þetta er mjög erfiður leikur fyrir tím Better Jungler Wins. Kannski við fáum að sjá gullið hérna eins og er. Mér sýnist að það er, hann Hois er ennþá með goldnýtið hérna fyrir liðið sitt. En eins og sést á topplane, það er svona stóri munurinn. Þeir eru búin að vera að fókusa svolítið, neutralisa þessa Gwen. Alveg bara 3K gullmunur þarna næstu því. Já. Og hann er aðalhetinn hérna. Aurora núna ein þarna bara hreinsa þessar minions, en Renata heitir Q. Er að vera tjöngu hérna, er ekki ná að Ekki nóg Það til er að svolítið drepa. Esmeralda kemur. Það er samt. Stoppa bakkið. Já, það gerir ekki mikið damage, en smá svona pirrandi. Það er smá verið að kitla. Já, við sjáum kannski items aftur og hérna við náum því og þá sjáum við þeir eru líka aftur, já, þeir eru með feature strength skóna hérna, tók ég eftir að það var komið hérna. Alltaf þægilegt að fá auka stats bara fyrir að ná nokkrum killum og objectives. Það er mjög næs. Það er líka hérna, það er Nipli komin með item. Það er ekki kannski nóg, en það er nóg til að gera eitthvað núna. Það er svona byrjað að Svona aðeins. já, svona aðeins. Tekur hann ekki kannski riftmaker næst? Það mun hjálpa, sko. Eða allavega eitthvað svona tank Já. shredding dæmi. Já, það er, Já. síðan að það er komið svona sko, virkilega smá armor á hérna ornin loksins. Núna geti one man verið rippinn. Mjög Það tekið samt. Ezreal fær kill Meanwhile- þarna á Kai'Su. Lazy Genius er að Nú, hamra Nipla. á þessari Gwen. Læra hann að lifa. Niplar og low, hann er flassið, hann er ekki nóg, hann ferir frið. Hann snýri sér næstu í við. En já, Það var nærinn smá er style samt. points hérna. Já, Og Ísand næri hérna killi allavega í midlane og Renata skrýmsli á Renöttunni hérna náði easily að kjöra þessi killi hérna fyrir Hois. já. Einu killin fyrir, já, eða þú veist, það er 1 kill á Maokai, 2 kill á Ezreal, þannig að þetta snýst eiginlega núna bara dálítið í kringu það að Ezreal nái fleiri picks og Já. komi liðinu sínu aftur á réttan fót. Það er svona eiginlega eini sensin þeirra, ekki nema Syndra að ná einhverju mjög óvæntu playi, en hún þarf kannski dálítið bara að farma og fá allavega svona 1 item í viðbót. Já, nákvæmlega. Sýnst það eitthvað fun spec to the back of stream. Allavega þá, sko, eins og þá er þetta mjög dire situation hérna handa Better Jungler. Og þar, sko, Jötun eru samt ekki búin að vinna ennþá, sko, að Hois er mjög sterkur. En þeir þurfa eru bara að ná honum. Þeir nota hérna Rift Herald til að, sko,
bara ná dreganum hérna, fá Já, smá gefa advantage af gefa það. þeim smá tíma. Bard hérna að halda Sindri þarna í burtu, ég meina, ok, þeir eru alltaf að setja smá pressu á mid-towerið, en ég meina, þeir hlaupa rosa hratt, sko, og ég sker ekki nóg mikið damage í tower. Já. Já, þetta er mjög erfið staða fyrir Team Better Jungler Wins. Og bara þetta koma hana fyrir Kirkjugarður. aftan á Sindru. Hún kom inn, Öspi kom í gegn. Reynir að flassa í burtu, en þú veist, það er bara ekki séns. Nei, alls Já. ekki. Og þau fá bara bot tower þarna frítt, opna mappið upp ennþá meira, sko. Báðir mid-towerar standa ennþá, en það er örugglega ekki langt í að annar þeirra falli. Líklega mid-towerinn hjá Team Better Jungler Wins. Já. Það er verið að múfa aftur mid. Ó, Haus er að move up hérna. Já, Confident. þetta er framalega, sko, en ég meina, hann er með E. Hann er með, Getur hann er með flass. Já, svona smá öruggur. Og við erum alveg að sjá smá svona hægjun á leiknum. Það er ekkert eitthvað svona sjúklega mikið að gera fyrir utan bara, hérna, já, Jötunn er reyna á Pix. Hann kemur á skrimsli, hann er kannski verið að tekja niður hérna. Aurora off. Skurklón komin inn. Eldur honum inni, já. Nú er allir orðið mjög low, hann kemur Dippi inn. Off, mikið damage. er Kæsa low, með Kirkjugarður. rosa low. Þau þurfa að Haus er taka inn off. ennþá á lífi. Hann er að chasea hérna, en þetta er 1 kill fyrir 1 kill. Já, Lazy þetta Genius. er mjög gott fyrir Better Jungler Wins, sko, en þarna er aftur verið að lemja þessa Gwen í klessu. Gregin. Gregin illa. Ekki hafa sinn leik hérna á Gwen. Þetta er furðulega ekki favored fyrir Gwen ef hún dettur behind. Þá er orðið að fara bara ekki deyja. Þetta er leiðilegt. 5-0 Gwen. Ég meina, hún er með mjög fínt farm, en Mjög fínt. já, það er eiginlega eina sem að hún hefur. Þetta er svona leiðilega við það, sko. En hún var að fá riftmaker, þannig kannski mun eitthvað breytast. En það er Já. Atakan bara að fara mjög þægilega yfir til Team Jötunn. Já, ekki nema SLL geti stoppað þetta eins og er. Það er eitthvað byrjað að pæla í hvort það er að fara að vera. Já, þeir eru ekki með nýtt vision, það er bara, Já, þetta það er eftir dæmi. Þeir eru komnir með 2 drega svo þetta er að bústa þá upp. já, Og já, gætist verið að Orn er í smá vanda hérna ef hann hleypur ekki. Já, all liðið hjá þeim eru hérna. já, þetta er hérna 3 mann á Skottle. Já, þetta er erfitt, sko. Samt bara, þú veist, það er bara 3k gullmunir. Það er rauninni, Það er mjög væri mikið í ekki, gangi, það geti verið verra, sko, en það er alveg heilt item. Já, meiri hlutin á því er sko á líka Orn held ég. Svo þetta er svona alveg jafnari leikur en maður myndi halda. Já. SRL Haus bara með meira farm heldur en Kæsa. Bara fylgum með farm. Já, 10 CS hérna per minute. Og við erum þetta í 3. item bráðlega. Þá bara að vera að gera klika hluti. Sýnist það að vera að fara í hvað Sterax eða eitthvað svona skemmtilega. Hann er alveg, þú veist, meira healthy heldur en ADCs eru oft, sem er alveg búið að bjarga honum og halda honum á lífi nokkur sinnum. Var þetta alltaf hittir Sindru ekki og hún næri Ekki var ekki. Já, núna er samt dreginn að spánandi 40 sekundur. Hvort þeir eru að fara að recalla hérna áður en það objective er búið að spána. Orn er með Já, clear away við instantly. Ég veit ekki alveg hvort að þeir ætti að dæfa Orn. Það er ekki allavega mín fyrsta þeir eru ekki að gera damage og Orn er eiginlega bara á 1v2 þarna.
Ok, SL er að reyna að venda mid-tower, Sindra er mætt til að hjálpa honum, er það nóg? Veit það ekki, hann er svo low. Veist, ef hann væri með venjulega ADC build, þá væri hann væri svo dauður. En hann er að fá svo mikið health frá þessum items. En já, SL er komið 3 items, en ég meina allavega í þessu tower defense skiptir það ekki máli, en þriðji drekinn fyrir tím Jötun hérna. Já, það er þetta í Sál og Sál Cloud-Sál er alltaf mjög skemmtileg, erfitt að spila á móti movement speed is viking. Já, og sérstaklega í þessum leik þar sem þessi champion er að nota ultin sín til þess að fá kills og fá picks, þá rosa næs, til dæmis bara fyrir Kai'Sa, hún getur alltaf inn fengið pick og bara verið ótrúlega hröð að hlaupa í burtu, eða ef að Bard heitir allt, hlaupa og ná að secura það kill og já, þetta er svona, þetta er ekki bara eitthvað svo rakka að fá hérna Cloud-Sál. Já, þannig samt já, Bloodletters er komið, það er margir í chat búin að segja að þetta er eitthvað game changing item, svo hérna sjáum hvort að það er að fara að koma í ljós. Diddi hérna með það, núna samt, okay. Diddi getur verið náður hérna. Hóis. Já, Diddi tekið niður. Circle on one man og Kierkegaard er bara sjúklega low. Sindra er með allt, nær shot. Nær að taka á rórunni þegar þarna. Kai'Sa er að reyna að hlaupa í burtu. Er þetta bara þróið? Ég held ekki. One man hleypur inn. Þarf að flassa hérna, annars hefði þetta drippið hann. En það er búið að nota mikilvæg cooldown, sko. En það er svona spurning. One man er að reyna að lökka hérna. Er að kasta W, þú veist. Hann dyrst alveg 2 eða 3 W til að drepa Hóis með allt þetta held. Það er mjög gott bounty hérna að handa Team Better Jungler Wins og þetta geti verið það sem þið þurftu. Já. Orn item hérna komin á marga í Nipla liði. Að ná tower þarna. Smá win í topplininu. Það var komið að þessu, takk hérna tower hérna. Já. Búin að vera langt struggle battle hérna á móti þessum Orn. En in theory, þá á Gwen svona á endanum að geta drepið Orn. Myndi ég halda. Já. Ég er samt sko alveg að ætamæsa svo vel sko. Það er gott að hann náði að lifa þarna af 700 gull handa Hóis eða einhverjum af carry-onum hefði verið alveg svolítið game changing. En núna sko Hóis hérna var bókaði smá. Já, þú veist, Baron er alltaf uppi. Hvorugt liðið náðu að taka náðan. Og Better Jungler Wins er að pusha inn þessum mid og top waves. Nipla þarna bot lane. Er með TP. Það er verið að lukka hérna smá 3v3 í millininu. Spurning hvort að Aurora sé að reyna að gera eitthvað play hérna. Hóis er svo low. Kai'Sa alltaf inn og ætla að náðu Hóis. Hann er rétt svo að fara að lifa. Og Kai'Sa er tekið niður. Þetta var tilraun að ná Hóis þarna en hann rétt svo náði að lifa. Þurfti að brenna allt samt. En Kai'Sa og Aurora tekna niður fyrir vikið. Já, og er þetta bara, sko, mjög stórt vinn handa þeim. Ég meina, þeir gæti ná Niplu en hann var að fá 700 gull bara handa liðinu sínu. 100 gull frá þessum bot-tower. Mjög næs, ég veit ekki. Orn er ekki ánægður, sko. Nei. En fær, já. Þeir drepa hann aftur. Já. En ég meina, þau fengu hérna, Better Jungler Wins fekk bot tower og Baron. Það er sjúklega þess virði sko að hérna 0-5 Gwen degi. Ég meina, þetta er eiginlega bara gjöfin ekki gjald sko. Já, ég meina Jötun hlýtur að vera orðnir svolítið stressaði núna. Þetta lít sem þeir voru búin með, þeir eru búin að missa. Lítið er komið
er bara orðið jafnt og mér er smá í hag Better Jungler Wins hérna. Hann er búinn að peka sér Bounties og sko Tower hann sko Baron hjálpar líka alveg slatta. En núna er Sál fætið og er Jötun með Præjó hérna. Þeir allavega eru komnir í River, eru búinir að setja upp Vision, að spurning bara hvort þeir ná að halda þessu uppi. Sko, Ezreal er ekki með flash og Kai'Sa er komin aftur með allt. Þannig, það er samt notað Maokai-ultið. Já, það getur verið vont hérna. Gert value frá því, Bardollt er ennþá uppi. Þetta er ris, hann kemur og Renata-ultið líka veist heldur þeim í burtu. Og það er teleport hérna, Aurora er mætt. Orn-ultið kemur í gegn, er það frá ná tveim. Aurora-ultið er, Nipla er one-shotið. Þetta er Sál handa þeim hjá Jötun. Það er skrýmsli næstur, Kai'Sa portalið í gegn. Komin inn, hann náði að slá á Hóis. One man á Hóis, trippulið. Ok, Central tekur hann niður, en það verður ekki nóg. Þeir gætu unni hérna ef þeir bara hlaupa hérna á botveifið. Kai'Sa samt dauð, sko. Það er enginn hérna sem er góður að pusha reyndar. Nei, þeir eru með Wukong, það er allavega með smá damage, sko. Taka allavega inhibitor, held ég. Þetta spánar eftir 10 sekundur. Þeir gætu náð inn upp tower. Já. Þeir eru að kóla það. Já. Ég segi að þeir ættu að gera það. Já, þetta er Maokai, svo kemur Nipla. Já, ok. Hlaupa í burtu hérna. Sætti sig við þetta og þjóta í burtu. Alveg stórleikur eins og er. Greið comebackið hjá Better Jungler Wins var samt ekki nóg til að láta Jötun vera eitthvað discouraged hérna. Og eru þeir aftur komnir yfir í gullinu með Sál í þokkabót og er þetta alveg skemmtileg Sál. Sýnist að þeir eru að spila fyrir eldar hérna með við Orn-pingin í chat. En þeir ættu bara að leita einhvernum fight, sko. Þeir eru konum með svo gott movement speed bónus. Það er alveg langt í næstu objectives, alveg 3 mínútur í Baron og 4 mínútur í Elder. Þeir allavega ætti ekkert að reyna að láta enemy liðið skeila eitthvað meira, sko. Reyna bara að, ná þeim. Ég sýnist að allir eru líka konum með Orn upgraded items. Já. Svo það er alveg risalega elgið þar. Shadowflame. Jú, Shadowflame, já, ok. Mjög lengt. En hann er komin í level 18. Ef hann væri góður Orn, þá er hann búinn að vera hjálpa liðinu. Já. En já, Bard með 1k shutdowni, þetta var alveg, hann er að standa sér æðislega á þessum Bard hérna. Ég verð að biðjast afsökunar að fleyma hann fyrir að róma, en það virðist hafa bara verið mjög gott. Já, hann er með smá gull. Já, eru þeir að fara að reyna á towers? Hjá top tower, Diddy er að reyna að hovera, kannski er hann að fá eitthvað gott old angle. Þeir virðast verið að reyna að beita þau hérna inn. Og hann kemur gótt Bard, það var 3 náðir og hann kemur Bard kúið inn. Grimsty flashar í burtu, Kai'Sa alltar inn og er með Sonjas til þess að halda sér örugri. Og Orn öllu nær þeim öllum. Nipla Kai'Sa þarna að fæta. Kai'Sa er svo low, en Kirkjugarður er að reyna björginni, það er ekki nóg. Nipla er going, sko, er samt rosa low. En þið tóku niður Kai'Su. Svo klón. Flash áfram. Davids frá Aurora. En það er trade kills þarna. Hann var aðeins ofgóður með sig þarna, hann var ekki átt að sig á að Aurora er assassin. Nei. Og gefur þið smá í það tilbaka. En þetta er aðal maðurinn hjá Better Jungler Wins niður. Já. Ok. En overall, gott Overall þá var þetta defense. Betra fyrir, Better Jungler Wins, en þeir eru svona ennþá í deep push á þessum waves. Og svona í óþægilegri stöðu með það.
Ú, Ok, Lazy jafnti maður. Genius. Ú, Hamra Urgarður, hann er svo enn og hraður. aftur. Svo Þetta hægt. er, Og slóar svo mikið. ég er skítrættur við hennan Bard. Kirkjugarður er Veitu, bara zooming hvaða- hérna. Ég var ekki alveg búin að taka Swiftness. eftir þessum items hjá þessum Bard. Hann er með að spila Deadmans. stórleik. Hann er með upgraded Swifties. Hann er með Liandris. Og já, Magic Resist. Er hann að fara þarna on-hit? Það sýnst að vera að vera vitsend. Já, ok. Það er fjör. fínasta Magic Resist item, en Já, það er Bard er þess að notað. Baron Play, En SL All. Diddi með, Ok, Diddy. ekki með flash. Hann vill, hann ætlar að reyna að W-a. Já, Þeir eru kannski hrættir að hann flashar hérna yfir. Þetta, ok, já. Baron, Ég- hann er renattöldið, gerir ekki neitt og þeir fengur bara Nei. frían Baron hérna. Já, það var ekki committað í neitt play hérna. Þannig, já, Team Mutant bara tekur Baron og taka base og er verið að hlaupa í 8 eldir sem eru að spána eftir 45 sekundur. Já, Um, og þetta hlýtur að vera sko bara fætin sem er að fara að enda þennan leik hérna. og já, Það er allavega alveg Þetta ólíklegt Vince að hann er að haldi áfram. beisa, kannski kaupa pots og eitthvað og reyna að taka smá svona lost standirna en Maokai-Ult er alveg að koma upp. Það er ekki Renata-Ult í boði og ekki heldur Bard-Ult. Nei, það er ekki bara að vera upp. Það kannski gæti reyndar verið Já, koma hérna Bard-Ult upp í er enda fætins. alveg að fara að koma upp en Já. Team Jötun er Já. með push á waves og þau sjá Kirkjugarður þetta, og- sjá allt liðið. Eru, og hann er beinustu leið á skrýmsli. Skrýmsli er Dauður. alltaf langt upp. Og hann bara döltið nær miklu rétti við Sindri. Ódinn. Ok, þetta er Monkey in. tekið niður. Belmont er smá low Ois. en ekki nóg. Reynir og hann er Circle Lone sem tekur hann niður í þokkabót og Regiment Odin er að hörfa og þarna er Ace sem þýðir að Jötun Þetta er leikur. tekur þetta Já. 2-0 og endar seríuna þannig með bara mjög vel spilað, ég verð að gefa þeim það. Virkilega flottur leikur. Ég verð að gefa sérstaklega sjátt þetta á þennan crazy kirkjugaraleik hérna á Bardinum, þetta var alveg stórskemmtilegt að horfa á. Já. Ég var bara á ekki Og lofast, Lazy þetta var Genius á þessum orðin 8-0-12 og sko og lét þess að Gwen vera 0-9. Það er ógeðslegt. Þetta er erfitt, ég bara, já, Orn náði einhvern veginn að komast að hett með einhverju skemmtilegu sólukilli og inn í, svo bara, já, að hafa kampað Gwen, bara satt að segja, sko, erfitt, en Já. þá bara gat ekkert meira gerst. Svo þetta hérna, já, Hóis var að virkilega að reyna að halda leiknum uppi. Já. Næstu með mesta gulli í leiknum minna bara eftir Lazy Genius á Orn. Já. Getum við fengið að sjá damage? Já, kíkja aðeins á hérna, skemmtilega damage grafið. Já, vá. Og já, þetta er bara það típiska. Þetta var virkilega góð tilraun hjá Hóis hérna. Já, Þess- já, það En í er Ezreal heildina Hóisinn. ekki nóg. Í miður, nei, ekki nóg í þetta skipti, vanalega, þá er þetta the Nei. move. Hóis hoppar á Ezreal og Gunni með merkilega mikið damage samt með að við hvað hún náði eiginlega ekki að gera neitt í leiknum. En Nei, það er kannski alveg. bara var að lemja Það var Orn. Orn. Samt ekki ná til að nokkuð tíma drepa hann en hann var bara með mikið held til þess að já, Já. reyna. Það er hugsunin, þá eru að fara að vera streymi næst á fimmtudaginn, næsta eða er það föstudaginn var að fært, ég man ekki alveg. Ég held Ég að sé seinni streymi júní bara eða eitthvað. eftir vikunni, nei, 17. júní er á bara þriðjudegi. Já, það var þriði degi. Svo, já, 19. fimmtudagurinn verður þá streymað finals, er ekki sagt. Jú, og Jú, það er hægt að fylgjast með bara hérna á Discord hvernig standingin eru fyrir brackets og við erum ekki búin að ákveða
þannig sé hvað leikur verður streitt en það verður örugglega bara, hinn er riðillinn, þeir sem vinna, já, það er að segja ekki, við erum ekki að fara að taka annan leik með hérna hjá Team Jötun, þeir sem þeir keppa við í næstu umferð, sko, heldur hinn leikinn, þannig þeir getið fylgst með, já, bara standings á riðlunum hérna á Discord, liðin eru senda uppfærslur og Já, ég sendi hérna í chat hérna handa þeim sem hafa áhuga á doxinu. Þá er schedule þarna sýnist, já, þarna er eftir að uppfæra það eftir þetta. En já, er þá kannski bara lokið streymi? Þakka áhorf og svoleiðis. já, takk hérlega fyrir Og áhorfið. Og við sjáumst þá á fimmtudaginn. Og